1. kafla og 19. vers. Þar segir: En þá áráðarlegra oss því nú hið spámanlega orð. Það rétt að við að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgun stjarna rennur upp í hjörtum yðar. Hér sjáum við að það ennþá ljós, og það spámanlega orðið sem gefur þetta ljós, jafnvel á myrkum stað. Í Samúelsbókinni á einu stað þá segir að ennþá var ekki slokknað á Guðs lampa, og þar verið að segja frá því að hvernig ástandi var á þeim dögum, og svo kom að því að það slokknaði á Guðs lampa. En hér verið að tala um að það ennþá ljós, og hið spámanlega orð ljós fyrir okkur. Og þegar ég var að hugsa um það, að þá kom til mín orð í predikaranum sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. Ecclesiastic, kafli 1, vers 9 og 10. Takið eftir. Það sem verið hefur, það mun verða. Það sem gjörst hefur, það mun gjörast. Ekkert nýtt undir sólinni. Sé nokkuð til, umverðið sagt: sjá, þetta nýtt. Þá hefur það orðið fyrir löngu, á tímum sem voru undan oss voru. Og sjáu, þetta hið spámanlega orð sem lýsir okkur, vegna þess að þjóðfélagið æpir á okkur og segir: þetta nýtt, þetta nýtt, þetta nýtt, þetta nýtt. Þetta hefur aldrei gerst áður, og þið gömlu trúgjörnu, þið hafið ekki vitað á þessu. En sjáu þið, þetta hefur allt gerst áður sem að gerast í dag. Það bara þannig. Þannig að það ekkert nýtt undir sólinni. Og hafandi sagt það, að þá langar mig að vitna í 2 ritningarstaði í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu, og síðan getum við skoðað okkar tíma, hvort að þetta hefur eitthvað breyst. Á dögum konungana þá var konungur sem hét Akas, minnir að pappans hafi heitið Jótam, afans hét Úsía. Og þessi Akas, að í stað þess að treysta á drottinn, þá treysti hann á óvin drottins sem var Assíríu konungur á þeim tíma. Og ef við lesum frá annarri konungabók, við skulum lesa 6 vers frá 10. versi, að þá segir: Akas konungur fór nú til Damaskus til fundar við Tíglat-Píleser, Assíríu konung, og sá þar altarið var í Damaskus. Sendi þá Akas konungur Úría presti uppdrátt, og fyrirmynd af altarinu var alveg eins og það. Og Úría prestur reisti altarið, gjörði Úría prestur með öllu svo sem Akas konungur hafði sendt boð frá Damaskus, áður en hann kom frá Damaskus. Og þið vitið að Damaskus ennþá Damaskus. Jerúsalem ennþá Jerúsalem. Þannig að þetta eru staðsetningar sem við þekkjum. Okay? Þá konungur kom heim frá Damaskus, leit altarið, þá gekk hann að altarinu, fórnaði á því brennifórn sinni, matfórn, dreifti dreipifórn sinni, stökkti blóði heillafórna sinna á altarið, en altarið stóð frammi fyrir drottni, færði hann þaðan sem það var fyrir framan musterið milli nýja altarisins og musteris drottins. Setti það að norðanverðu við altarið. Og Akas konungur lagði svo fyrir Úría prest: á stóra altarinu skalt þú fórna morgunbrennifórninni, kvöld matfórninni, brennifórn konungs og matfórn hans, brennifórnum allrar alþýðu, matfórnum hennar og dreipifórnum, og öllu blóði brennifórnana og öllu því blóði slátufórnana skalt þú stökkva á það. En altarið ætla ég að skoða huga minn. Og Úría prestur gjörði allt svo sem Akas konungur hafði boðið honum.
Okay? Fyrir þá sem ekki lesa Biblíuna, að þá eru bara hérna 2 altari. Og hvaða máli skiptir það hvort að við fáum okkur, nýtt púlt eða gamalt púlt? Nei, það var ekki bara það. Altari hafði ákveðna þýðingu. Eiraltarið var það sem Guð hafði sagt Móse að gera, og ef við bara munið eftir í annarri Mósebók 25:8-9, að það var mjög mikilvægt fyrir Guð að allt í tjaldbúðinni væri eftir fyrirmælum Guðs. Þannig að það að setja annað altari hér upp var uppreisn gegn Guði, bein óhlýðni við Guð. Og þetta altari, þetta nýja flotta stóra altari frá Damaskus, það var notað til þess að færa öðrum guðum fórnir. Sjáðu til, öðrum guðum. En það sem sló mig þegar ég las þetta, las ég þetta fyrir mörgum árum, að Úría prestur, hann bara hlýddi konungi, hann sagði bara ekki bofs. Hann gerði bara allt eins og konungur sagði. En það er svolítið merkilegt að ef þið skoðið Amans Akasar, sem hét Úsía, þá hafði hann líka verið konungur og hann hafði gert það sem rétt var í augum drottins, en þegar Úsía var orðinn gamall, þá var hann hrokafullur og hann fór inn í musteri drottins og í raun og veru fór inn í þjónustu prestana, og prestarnir þá, þeir tóku því ekki þegjandi og hljóðalaust, þeir ráku Úsía konung út. Og Úsía, hann lét nú ekki reka sig svona út, hann var þrjóskur eins og sumir hérna inni, og það tæki það til sín hver sem á. Ég til dæmis, ég þrjóskur líka, og hann var reiður. Og þegar hann verður reiður, þá braust út líkþrá á enni hans, og Úsía konungur, hann var líkþrá til dauða dags. Og haldið að Akas hafi ekki þekkt sögu afa síns, eða Úría prestur hafi ekki þekkt söguna, samt gerði hann ekkert. Og mér finnst þetta svo talandi dæmi þetta er ekki endilega nýtt, þetta gerist þá og þetta gerist aftur og aftur. En Úría, ef við lesum 11. versið, hann reisti altarið, gjörði Úría prestur með öllu svo sem Akas konungur hafði sent boðum frá Damaskus, áður en hann kom frá Damaskus. Og hér er altari, það er reist eftir fyrirmynd Damaskus borgar eða Assýru heimsveldisins, eða við getum, ef við tökum svona andlega mynd af þessu, þá getum við sagt að þetta altari var reist eftir fyrirmynd heimsins og sett inn í musteri Guðs. Þannig að heimurinn fekk innkomu inn í musteri Guðs. Og presturinn, hann beygir sig nú undir ríkisvaldið. Hefur það gerst einhvern tímann á okkar dögum? Íslenska ríkið setur lög og prestarnir bugta sig og beygja og segja jafnvel að ef einhver hefur öðruvísi samvisku, þá skal sú samviska beygja sig samkvæmt boðum konungs. Sjáið, það er ekkert nýtt undir sólinni. Hér beygir presturinn sig undir ríkisvaldið, jafnvel þó hann hafi vitað að þetta hafi gerst áður, og fórnir eru nú færðar á öðru altari. Og í rauninni, hvað þýðir þetta altari? Altari í tjaldbúð hérna Móse, altari í musteri Salomons. Altarið var staður fórna, og altarið, fórnin fyrir syndir Ísraelsmanna, var lögð á altarið. Síðan er sagt að Jesús Kristur, sem er fórn okkar allra, hann lagði sig sem lamb Guðs á þetta altari. Þess vegna er hann kallaður lamb Guðs, af því að hann hékk á krossi sem var hans
altari. Þannig að altarið eins og mynd upp á kross Jesú Krists. Og altarið getur líka verið mynd upp á mjóa veginn sem að Snorri var að tala á síðasta sunnudag. Þannig að við höfum hér í raun og veru, myndir. Hér sjáum við ákveðna atburðarás og svo langar mig að fara hér í 2. Korintubréf og þar Páll postuli, hann að tala til Korintumanna og Páll postuli í 11. kaflanum, versi 3, þá segir hann, en ég hræddur, og hann að tala við korintumenn, hann að tala við kirkjuna, ég hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni. Svo kunni og hugsanir í þar að spillast og leiðast burt frá einlægri hreinni tryggð við Krist. Og ég hugsa, þegar að Eva tók þá ákvörðun að hlýða höggorminum, þá sett hún traust sitt á það sem hann var að segja. Hún í raun og veru trúði honum og gerði í hjarta sínu Guð að lygara. Og margir standa frammi fyrir þessu í dag. Á ég að virkilega að trúa Guði, þetta satt? Djöfullinn spyr ennþá þeirra spurningar og hann spyr þessara spurningar inn í söfnuðinum. Það satt að við þurfum að taka þetta svo alvarlega? Það satt að við megum ekki setja upp annað altari? Það satt að við megum ekki taka inn aðferðir heimsins og blanda þessu öllu svona pínulítið saman svo þetta verði svona boðlegra fyrir fólkið að koma inn í? Sjáðu, Eva, hún í raun og veru treysti lygaranum. Hún setti traustist á lygaran. Af hverju? Jú, af því að höggormurinn tældi hana með flærð sinni, hugsanir hennar spilltust og hún var leidd burt frá einlægri og hreinni tryggð við föðurinn Guð. Og hér Páll að segja að hann hræddur það að Korintumenn, að þeir gætu í raun og veru tekið inn þennan anda heimsins, hugsanir þeirra spilltust og að þeir hætti að halda einlæga, hreina tryggð við Jesúm Krist. Þetta ótti Páls þá. Og spurningin ættum við að gefa þessu gaum í dag? Hefur eitthvað breyst frá dögum Akasar? Hefur eitthvað breyst frá dögum Páls postula? Svo segir Páll, því að ef einhver kemur, og takið eftir þessu, þetta ekki mikið talað þetta í dag, ef einhver kemur og predikar annan Jesú, en við höfum predikað, eða þér fáið annan anda en þér hafið fengið, eða annað fagnaðarendi en þér hafið tekið á móti, þá umberið þér það mæta vel. Og þegar ég horfi í kringum mig í heiminum í dag, að þá eru margir að umbera annað fagnaðarendi, annan Jesú, menn sem gera tákn og undur, leiða fólk afvega, sem hugsa bara sjálfa sig, sem skara eld af sinni eigin köku. Og það svo sorglegt að ég veit ekki hvað margir létu samfærast við orð Páls, en ég hef talað við fólk og mér svo hryggilegt að fólk, þessi andi, þessi tælandi andi, þessi falsandi, hann svo sterkur að hann dregur fólk. Hann dregur fólk frá hreinni tryggð við Krist og inn í það að láta afvegaleiða sig, plata sig, gefa stórar fúlgur peninga til falsspámanna. Það sorglegt. Og þess vegna getum við sagt með Páli í dag að við getum óttast og við eigum að vera á varbergi. Og ég get alveg sagt með Páli í dag að ég hræddur kirkjuna í dag að hún geti dregist og leiðst burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að við heyrum þetta annað fagnaðarerindi alls staðar.
það á YouTube og það á samfélagsmiðlum. Og hvernig hljómar það? Jú, við höfum Guð sem án sprota. Það engin dómur lengur. Og við höfum fólk sem án syndar. Við erum öll fædd svo góð að við erum öll börn Guðs og síðan höfum við Krist og engan kross. Ég meina, þetta annað fagnaðarendi sem predikað í dag. Og auðvitað fara menn í kringum þetta, krossin ennþá á veggnum, en sjáðu til, við erum öll svo góð og við eigum bara að vera góð við annað og ég meina, við þurfum ekki lengur að iðrast vegna þess að við erum bara fædd góð. Menn gleyma syndafallinu, menn gleyma því að Jesús Kristur kom til þess að frelsa okkur frá syndum okkar. Og mér dettur stundum í hug, lítið barn með bleiu, þegar móðirin kemur og segir við það, elsku, elsku litla dúllan mín, Guð skapaði svo yndislega með þessa bleiu, þannig að þú hefur bara púpú áfram. Ég meina, mamma ekkert að þrífa þig, mamma elskaði allt og mikið til að þrífa þig. Þú ert fædd svona með þitt púpú og það má bara vera þarna, þetta svo yndislegt og gott. Og mamma elskar þig, hún elskar þig svo mikið. En sjá til barninu líður illa með kúkin á rassinum og það einnig þannig með marga í dag, þeim líður illa með syndina viðloðandi við sál sína. Og í stað þess að predika iðrun sem að í raun og veru við eigum að gera, að þá segjum við þetta allt svo yndislegt og þetta allt svo gott og fólk lífi bara áfram í syndum sínum og í sorg og armæðu og líður illa. Nei, Kristur kom til að frelsa okkur frá syndum okkar og við þurfum í raun og veru að lifa í stöðugri iðrun. Og ef við ætlum að ganga með Kristi þá þýðir það að við tökum upp krossinn daglega og fylgjum honum. Ef við ekki gerum það, að þá segir Jesús að við séum ekki verð þess að vera lærisveinar hans. Sá sem vill vera lærisveinn minn, hann afneiti sjálfum sér, taki upp krossinn, fylgi mér daglega. En því miður að þá virðist á mörgum stöðum vera komið inn þetta fína, breiða, stóra, fallega altari og þetta allt svo flott og þetta allt svo gott og þetta allt svo yndislegt og it's only love, brother. Ég bara elska þig, brother. Ég elska þig og ég vil ekki særa þig og ég má ekki, Guð segir ég má ekki meiða þig. Ég má ekki hreinsa af þér kúkableiuna vegna þess að þér á að líða vel með hana, Guð skapaði þig svona. En það ekki þetta fagnaðareindi sem að okkur hefur verið fengið í hendur og það var ekki það fagnaðareindi sem Páll predikaði og Páll hann kallar þessa menn, ef við lesum vers 13 og 14 þá segir hann í kafla 11 í Korinthubréfinu því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn taka á sig mynd postula Krists. Ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í Rómverjabréfinu, 12. kafla 9. versi, þá segir að kærleikurinn eða elskan, hún á að vera flærðarlaus. Og hvað þýðir það? Elskan flærðarlaus, enska þýðingar segja að hún á að vera sincere eða without hypocrisy, án hræsni. Elskan sé flærðarlaus. Hér hann að skilgreina kærleikan, hann segir að kærleikurinn ekki hræsni. Sannur kærleikur, hann segir alltaf sannleikan.
Sannur kærleikur í sannleikanum, hann staðsetur sig í sannleikanum. Og það alveg sama hvað fólk getur látið líða vel með góðsemi, gæsku, góðvild, ef það lýgur að þér, ef það kæfir sannleikan fyrir þér, þá það ekki sannur kærleikur. Langt frá því. Í Efesusbréfinu 4. kafla, 15. vers, þá ætla ég að lesa hérna, ég ætla að lesa Biblíu sem heitir Passion Bible og ég ætla að lesa á ensku og þýða yfir svo þið fáið það alveg svo að stendur í ensku þýðingunni og síðan á íslensku. 4:15, það má koma hérna upp í sinni þýðingu. Við ástundum sannleikan í kærleika, segir íslenska þýðingin minni mig. Hér segir, but instead we will remain strong. Instead we will remain strong and always sincere in our love as we express truth. Sem sagt, í stað þess að þá munum við alltaf vera sterk og stöðug og alltaf einlæg í kærleik okkar, hræsnislaus í kærleik okkar, leið og við boðum sannleikan. Leið og við boðum sannleikan. Við munum alltaf vera einlæg í kærleikanum, leið og við boðum sannleikan. Ég las svikalega grein eða predikun úr Grensáskirkju daginn, á sjálfan Biblíu daginn, þar sem okkur var sagt að við ættum ekki að mismuna fólki með fagnaðarerindinu eftir kynhneigð eða eftir þessu eða hinu og við ættum einu sinni ekki að dæma annara manna trúarbrögð eða við höfum ekki rétt til að segja að það sé rangt. Jesús Kristur, hann var á öndverðum meiði við þennan prest vegna þess að hann sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Leið og hann sagði það, þá dæmdi hann búddisma, hann dæmdi hindúisma, hann dæmdi islam og hann sagði að það væri rangt. Hann sagði að það væri ein leið til föðurins, það væri hann sjálfur. Hver gefur okkur leyfi til að predika eitthvað annað? Jafnvel þó við séum á launum hjá þjóðkirkjunni. Hver gefur okkur leyfi til þess? Ekki Guð. Ég hræddur að hugsanir yðar kunni að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Ég hræddur það. Altari, Damaskus, altari frá Damaskus, það var byggt fyrir skurðgoðafórnir. Það var byggt til að færa skurðgoðum eða öðrum guðum fórnir. Sjáðu til, ef þú ekki færir hinum sanna guði fórnir, þá færir einhverjum öðrum fórnir. Hljómsveitin sem að söng í gærkveldi og sagði að hatrið hefði sigrað, hún var að færa sínum guði Satan fórnir. Hún var tilbúin til þess. Og síðan var að vísu eitt sem að snerti við mér og það var það að gleðin, hún tekur enda. Já, svo sannarlega tekur hún enda þegar að hatrið kemur á sinn upphafsstað sem Guð hefur fyrirbúið öllum þeim sem hafna honum. Sannarlega tekur gleðin þá enda. Og það svo skrítið að fólk innblásið af Satan sjálfum, það syngur svona lag og það sannleiksbrot í því að gleði þeirra mun taka enda þegar dómurinn tekur við. Vegna þess að þar verður grátur og gnistran tanna, segir Biblían. Þar sem hatrið fær að lifa óhindrað. Og þess vegna, það var svo skýrt fyrir mér að þess vegna sagði Jesús að menn munu elska myrkrið meira en ljósið. Menn elska myrkrið. Guð ekki að senda menn á myrkan stað. Mennirnir elska myrkrið sjálfur og sækjast eftir því og keppa eftir því að komast á þennan stað og taka sem flesta með sér.
Og það eina sem hryggir mig að íslenska þjóðin skuli vera á þessum stað að velja eilífa glötun. Og þess vegna höfum við verk að vinna að boða fagnaðarerindið þessari þjóð. Afríka miklu meira opin fyrir fagnaðarerindinu heldur en Ísland. Og Guð talaði til mín, trúi ég, að við þurfum að biðja Guð að opna dyr fyrir fagnaðarerindinu. Ég fann það svo vel í Kenía, þar eru opnar dyr. Hérna eru lokaða dyr. Bróðir okkar Ali frá Írak, hann kom og hann sagði, ég er að tala Jesú við flóttamennina. Þeir taka við mér. Þeir taka við orðinu. En þegar ég tala við Íslendingum Jesú, þá er bara allt lokað. Allt lokað. Og við systkini, ég trúi því að ég var að fá bréf frá honum hérna, Kumar vini mínum á Indlandi, og hann er alltaf að tala tárin og hann sendi mér ritningastaði sem sagt, að við þurfum að gráta yfir hinum glötuðu. Við þurfum að gráta yfir þeim. Það voru Jeremía, nokkri ritningastaðir, harmljóðunum, og allt sitt líf hefur hann grátið. Og Guð hefur gefið honum stórkostlega uppskeru í Indlandi. Hann hefur grátið inn sálirnar. Og ég trúi því að það er ekki fyrir að við fáum þetta hjarta, við sjáum að fólkið er að glatast, að við viljum fara niður á hnén og gráta fyrir þeim, kalla þau inn. Þá opnast dyrnar. Vegna þess að það gerist fyrst í andaheiminum. Við brjótum niður vígi í andaheiminum og dyrnar opnast fyrir fagnaðarerindið að nýju á Íslandi. Og ég trúi því að Guð muni gefa náðartíma áður en að hans dagur kemur. En altari hérna í Damaskus, sagði ég, það var helgað skurðgoðadýrkun eða Guð eins og ég vil hafa hann. Skurðgoðadýrkun, Guð eins og ég vil hafa minn Guð. Ég hef svo oft heyrt fólk ganga hérna út og segja, minn Guð er ekki svona. Kannski eftir svona predikun, minn Guð er ekki svona. Nei, hafðu þinn Guð eins og þú vilt hafa hann. Við trúum á Guð Biblíunar. Við trúum á þann Guð sem skapaði himinn og jörð. Við trúum á þann Guð sem gaf son sinn eingetinn. Hann elskaði svo heiminn meðan hann enn var í syndum sínum, og þess vegna elskar Guð svo heiminn. Hann elskar hatara. Hann elskar alla. Og kærleikur hans er svo miklu sterkari. Guð elskar þetta fólk. Hann elskar þetta fólk. Hann elskaði heiminn. Þess vegna gaf hann son sinn. Og það er þetta sem er hið spámanlega orð, það er ennþá ljós á myrkum stað. Og mér langaði að segja bara við þig, bróðir og systir, að þú ert þetta ljós. Þú sem elskar Jesú af hreinu hjarta. Og þú er kallaður til að biðja Krists í stað. Látið sættast við Guð. Látið sættast við Guð. Ekki leyfa Guði að slökkva á þessu ljósi sem ennþá logar. Ekki láta það að gera sem gerist á dögum Samúels. Ljósi slokknaði og það var skrifað íkaboð á musterið. Vegsemd Guðs er horfin. Sjáðu til, við sem kristnir, við þurfum að gæta okkar, að halda hjarta okkar hreinu og að, elska hann af hreinu hjarta og halda tryggð við hann. Halda tryggð við hann Krist sem elskaði okkur svo mikið, sem var hættur. Ég var að lesa Matteusar guðspjall daginn og það bara, maður svo oft lesið þetta og stundum er þetta bara svona, maður lesið þetta, þeir tóku Jesú þarna og þeir klæddu hann úr og bla bla bla. En allt í einu var þetta svona lifandi fyrir mér, hvað er lítillækkuðu Jesú? Þeir afklæddu hann. Þeir gerðu hann nakinn. Þeir lítillækkuðu hann. Þeir lítillækkuðu hann. Og þeir gerðu sér ekki grein fyrir þetta var skapari himins og jarðar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir hver þetta var fyrir en eftir á sumir þeirra. Og ég held að við þurfum að verða gripin aðeins aftur hver Guð er, hver frelsarinn er, og þetta ljós megi virkilega, loga á myrkum stað,
þetta spámanlega orð, það þarf að vera lifandi í okkur. En það gerist ekki nema með hreinu hjarta. Þess vegna það mikilvægasta fyrir okkur að halda hjarta okkar hreinu. Halda hjarta okkar hreinu. Halda hjarta okkar hreinu. Og þá skín ljósið. Þá skín ljósið frá okkur. Þá endurspeglum við dýr Guðs. Þá endurspeglum við dýr Guðs. Ég veit ekki með þig, en ég þarf að krjúpa og hrópa á Drottinn og segja bara Drottinn, varveittu mig frá fláraði, varveittu mig frá röngum hugsunum, varveittu mig frá öllu illu. Drottinn, hjálpaðu mér að halda hjarta mínu hreinu þar til þú kemur. Ég vil halda hjarta mínu hreinu, 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 hreinu. Ég vil vera ljós sem lýsir fyrir þig. Amen. Og ég segi bara Drottinn minn og Guð minn, ég bið að þetta orð megi bara greipast inn í hjört okkar, Faðir Guð. Að Drottinn, það bara einn vegur. Það ein leið. Og Drottinn, það einn Guð. Það einn Drottinn Jesús Kristur. Og Guð og Faðir. Og það kross. Og það frelsi. Og það laust frá syndum. Drottinn, við erum ný sköpun í þér og ég svo þakklátur fyrir það. Og þakkaði fyrir systkini mín hér, Drottinn minn og Guð minn. Að við megum víðfræja dáðir þínar, Drottinn, þar til þú kemur. Og þakkaði Faðir Guð að þú vilt reisa okkur upp saman, Faðir Guð, til að vera allt það sem að þú vilt að við séum í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Guð, ég þigg þína ást. Ég þigg þína ást. Ef við syngja það saman, að lokum Guð, ó Guð, ég þigg þína ást.